Þriðji leikur Keflavíkur og KR kvenna fór fram síðastliðið föstudagskvöld í Sláturhúsinu. KR-ingar með baki uppi vegg eftir að hafa lent 2-0 undir í einvíginu. Tveir hörkuleikir búnir. Keflingar staðnarunni því að halda áfram sigurgöngu sinni í úrslitakeppninni eru ósigraðar og geta með sigri í kvöld farið í gegnum allt tímabilið án þess að tapa á heimavelli. Það er, hugsanlegt met sem að ég þori ekki að staðfesta. Við komum inn í þriðja leikluta. Fyrri hálfleikur var mjög spennandi. Liðin skiptist á körfum. KR-ingar að fá mikið af stigum frá öllum sínum helstu leikmönnum. KR-ingar reyndu hvað þið gátu að spila maður á mann á móti Takeshi Watson. En þessi leikmaður er í allt öðrum klassa. Sjáum þetta, gott drive, baselineið og þetta er bara stökkskot sem klikkar ekki. Hún var að setja þessi í öllum regnbogans-litum í kvöld. Keflingar voru að spila hörkuvörn, gáðu sig allan í þetta. Þessi mynd, lýsandi dæmi það, Susan Biemer, hinn þýska. Lítið eftir af þriðja leikluta, Keflingar tók í hér smá kipp. Ingibjörg Elva fer fram í einu varnarmanni, klárar þetta layup, kemur Keflingar 5 stigum yfir og hún hér aftur finnur Rannveigu. Hún fær galopið skot, setur það niður, kemur Keflingur í þægilega fórystu. Óli Ásgeir Hermannsson, gamalkunni Keflingur, aðstoðarþjálfari KR. Hér eru undir lok þriðja leikluta. Það geta þessu Takeshi Watson fyrir gegnum allt svæðið. Halló og 1, þannig rúlla ég. Það held ég nú. Kemur Keflingum 10 stigum yfir. Gerði þau 11 af vítalínunni. Fyrir fjórða leikluta. Keflingar með pálmann í höndunum þarna. Öll stemning þeirra megin. KR-ingar gjörsamlega sprungnir á limminu. Teitur Örlygsson, þjálfari Njarðvíkinga, reyndi við borgarskotið. En hann er ekki að leiða undir Billund með Njarðvíkurliðið. Það verður gaman að sjá hvað þeir gera næsta vetur. Rannveig Randversdóttir finnur Takeshi Watson með frábært hlaup í gegnum þetta 2-3 svæði sem að KR reyndi að setja á svið. En hriplag, hér takk ég eftir Sigrún Ámundadóttir í vörninni. Rannveig Randversdóttir fær boltann, hún fær alltaf mikið pláss. Lætur ekki bjóða sig þetta, setur niður skotið og fær vítið. Þeir setja spurningamerki við þessa villu en dæmi nú hver fyrir sig. KR-ingar spilu gegn 2-3 svæði líka oft og tíðum mjög vel. Hér er Sigrún Ámundadóttir með frábær pívot og klára þetta með stæl. Hún var góð sóknarlega séð fyrir KR í kvöld en maður skynjaði það að hún er veikur lekkur í svæðinu. Kjölfarið af þessu hófu KR-ingar að herða varnarleik sinn til muna. Þær fóru að vinna sér inn auðveld stig. Hér kom meira hraðaplaup, skemmtilegt spil, eftir einfalt og endar að sjálfsögðu með körfu. Keflingar fóru oft illa ráða sínum í fjórða leikluta. Hér er Birna Valgeirsdóttir, dræfa baseline. Hildur Sigurðardóttir mætt á hárréttum tíma í hjálpavörðina. Getur hver maður lært af þessu, þetta var frábært. Hér er Susan Biemer, gerir þetta skemmtilega upp og undir. Mjög atkvæðamikil í fjórða leikluta í kvöld. Setti niður 4 stig í röð. Hér er Birna Valgeirsdóttir að finna hana. Gott hlaup hjá Susan Biemer. Og þeir láta ekki bjóða sig svona tvisvar í Þýskalandi. Kemur Keflingum yfir 83-76. Hildur Sigurðardóttir, erfitt skot sem hún setur niður, reynslubankinn galopinn. Og hér eru frænkurnar. Ingibjörg Elva á Margrét Köru. Sér Ingibjörg aftur. Þristur í horninu. Bingo! Leikhlé KR. Keflavíkurstúlkur komnir í vænlega stöðu og þarna rann sannleikurinn upp fyrir KR-ingum. Það var annað hvort að duga að drepast. Þær þurfa að fá körfu. Hildur Sigurðardóttir dræfur henni teginn. Stockton to Malone. Sigrún Ámundadóttir kláraði þetta. Frábært spil. Og aftur næsta sókn. Hildur aftur. Kikkar henni út. Finnur Candice Futral. Hún með stóran þrist. Mingar munin í 3 stig. Leikurinn aftur galopinn. 1:40 eftir. 86-83. Og Keflingar sem virtust oft vera með pálmann í höndunum hleyptu KR-ingum alltaf aftur inn í leikinn. Hér er stórt play í vændum. Candice Futral stelur boltanum á Susan Biemer. Hún keyrir upp, fær villuna og senda á línuna í 2 skot. Getur jafna leikinn.
Henni brást ekki bóðalistin á línunni, jafnar leikinn 87-87, rétt tæpar 50 sekúndur eftir. Þá tók þessi til sinna ráða Takisha Watson með 3 í sér, það held ég nú. 89-87, ótrúlegu leikmaður. Káringar höfðu ekkert val nema að brjóta af sér og senda Watson á línuna, sem hún gerði. En þeir fengu tækifæri til að stela sigrunum á lokasekúndum, 2 sekúndur eftir. Boltinn berst í hendurnar á vitlausum manni. Nei, leikur Keflvíkingar Íslandsmeistarar kvenna árið 2008 í Icelandax-deild kvenna. Frábær sigur á KR-ingum, karaktersigur. Þær hleyptu þeim aldrei fram úr sér og uppskóra á lokum 1 stig sigur. Og Jón Halldór Eðvaldsson hér alveg brjálaður. Hann getur ekki leynt tilfinningum sínum og finnur mikill karakter í þessu liði, ósigraðar á heimavelli í vetur. Það hlýtur bara að vera met. Takisha Watson, malinn leikmaður úrslitakeppninnar, vel að þessum titli kominn. Hún tileinkaði þetta liðsfélögum sínum. Mikill liðsleikmaður Takisha Watson, heljarinnar karakter. Já, við hittum þjálfara og leikmenn Keflavíkur að spjalli eftir leikinn. Skipti yfir á Þorstein Lár.